sko, þetta náttúrulega tengist lifrinni, augun. En ég meina það... Þetta er reiðisvinna. En býtu hérna, en hvernig veit hann að það kemur út augun? Að því hann var að lenda í þessu sama. Hann var líka að fara í svona, hann fór í svona djúpuvinnu líka. En las hann ekki eitthvað staðar? Í bók? Líka. Má ekkert koma úr bókum. Nei, það verður að koma úr bókum. Já, það kemur úr bók. Það kemur úr nokkrum bókum. Hvað, þú veist, hver er munurinn ef einhver downloadar því að það kemur úr bók? Nei, ég meina bók sem búið að setja á interneti þá. Já, er interneti núna allt í einu það eina? Já. Það eina sem segir eitthvað. Þín þráhyggja að vilja sleppa því. Rætist vonbragð. Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. Nei, veistu, það er svo mikið, ég er að neutralisera. Ég er alveg bara, þú veist, það er svo mikið búið að gerast í dag. Slæmar fréttir, svo fara með Jónas til dýralæknis. Slæmar fréttir? Imma, þú þarft að draga mikrofóninn nær þér. Já. Og góð, Ok. Ok, bye. Bye! Nei, heyrðu, ok, já. Já, smá slæmar fréttir, samt ekki, ég veit ekki. Og hvað veit maður? Já. Og hérna, svo Jónas að fara, já. Og svo náttúrulega því ég fór að slást. Já. En hvað var slæmar fréttinar? Þú varst að segja að það voru slæmar fréttir. Þú sagðir, fyrst voru slæmar fréttir. Já, svo voru góða fréttir. Já, en hvað? Maður veit ekkert hvað er slæmar fréttir. Já, einmitt, ég veit, ég skil það. Ertu að tala við Stefánu? Nei, ég er að, mér langar að skoða Alfred Hitchcock. Heyrðu, bíti. Pröfaðu, sko þetta er nefnilega mín gleru. Ég get ekki, þú veist, ég kom með þessi. Tjekka á það. Já, ok. Svo ég geti farið að sjá eitthvað hérna. Já, þetta er allt mismunandi, ég man ekki alveg. Já, þetta er aðeins betra. En þessi eru svolítið ljósari. Já. Þetta er eins og nota á Ítalíu að því þá ertu með stækkunargler og sólgler. En, þú veist... Má ég sjá, ég vissi að þessi er góðar. En eru það eitthvað rispuð? Já, þetta er aðeins betra. Já. En samt er eins og sé eitthvað á þeim. Já, það eru rispuð. Já, það er búin að vera svo... Þetta eru rosalega rispuð. Ok. Þú ræður. Já. Þessi, nýjastu. En hérna, ég held að þetta sé 2. Talandi skráp. Það segir rosalega. Mér sætt. Já, mér líka. Nei. Þetta búið svo, já, morgunin er búin að vera alveg crazy. Sko þetta er rosa fínt, en það er svolítið dökkt. Já, þið eru svolítið dökk, en þau vera frábæri í Ítalíu. Já. Þú má, taktu. Er það? Þú vilt. Takk fyrir. Já, þetta er allt orðið og döft fyrir mig. Ég rakst í mikrofónu. Já, mér er rosa heitt. Ég ætla að, mér langar að ræða við þig. Býtu, þú ert bara komin, þú ert svo mikið útvarskona. Já, ég veit það, mál er það. Ég er búin að vera... viðtalið? Já, ég er nefnilega búin að vera að hugsa að veistu eitthvað um human design? Já, ég hef heyrt eitthvað þetta. Og í human design þá er svona fólk þú veist, flokka niður í flokka. Við erum mismunandi flokkar. Sumir eru bara svona orkugjafar, sumir eru downloadarar svona og Hvað er þú? Ég er projektor og ég á bara að taka, og ég er bara tóm, skilur, ég verði alltaf að hafa eitthvað, mér finnst ekki gaman að teikna bara eitthvað upp úr, ég verði að teikna appelsínu ef hún er til. Ok, þannig að ég er bara þannig, þannig að ég get ekkert komið inn í eitthvað svona podcast með ekkert. En það er svona undirbjóð, ég bara viðtal við þig. Ok, ég er þetta venjulegasta í þessu... Þú generator? Ég er generator. Já. Ég er bara almúin. Já, það er skemmt. Er alltaf að... Herri, ég verð að segja þér eitt. Þetta er svo skrítið. Ég er búin að fá vissjón, sko, af Höllu. Ég ætla að fara í almenns, já. Eigum við ekki að tala um neitt þarna
kostningarnar út af, ég er ennþá í kostningaefninu, er að Af skoða hverju? það sem ég komst ekki Já, yfir. já, ok, jú, ok, alltaf málega bara með að segja hvernig ég er að sjá þetta, það er bara, já, kostningar er rosa spennandi, skoðanakannanir, bíbrötubördu og svo bara veitu hver fórsetin þá bara, jæja, það eru kostningar í Bretlandi og bara byrja upp og nýtt, en jú, það er rétt, maður á þetta að ræða, þú veist. Nei, þú veist að því þú sagðir að væri kannski fólk að koma ógeð, en ég ætla að segja, ég fekk eitt vision á höllinu. Já. Ég ætla ekki að segja það. Nei, það var svo brútal. Já. Nei, ekki segja það var ekkert brútal. Nei, það var bara bara svona sérstakt. venjulegt. Sérstakt, já. En síðan vissi ég eitthvað neginn að ég myndi sjá hana og ég var að keyra hverfiskötuna hingað, þá var hún að labba. Þá opnaði ég rúðuna og ég sagði til hamingju. En fallegt. Var hún bara eina labba? Nei, með mannum sínum. Ó. Með forseta makanum. Finnst þér mér finnst miklu fallegra að segja fórseta herra? Já, en þá að finna eitthvað orð sem getur gilt fyrir alla alltaf. Ok. Þú veist, síðan kemur kvár og síðan kemur Já, kannski einhver ok. lesbía Já, eða ok. hommi eða... Allt í lagi. Já, svo... Já, ég þarf að taka þetta. Ok. Sorry. Hæ, hæ. Ok, gott. Já, ok. Bólguprótein, ok. Ok. En það er ekki, er þetta eitthvað sem gengur niður þá líklega? Ok. Æ, gott að heyra allt. Ok. Ef hann ræðir ekki við þetta sjálfur. Ok, og nýrun eru bara góð. Og lifurinn allt pottþétt. Já, yes! Heyrðu, hann áttir að vera allra katta elstur. Heyrðu, og feitastur. Ok, æðislegt, takk fyrir að ringja. Takk. Jú, nei, ekki feitastur, hann er ekki að vinna þá keppni. Ok, takk, bye. Hún hélt að ég vildi að kötturinn yrði. Hún var bara ekki feitastur. Já, akkurat. Eins og ég, þú veist, Já. væri að reyna. Já, tala ekki um það. Ekki feitastur. Já. Nei, það er alltaf leið með hann. Hann er bara með eitthvað svona, hann hefur kannski verið að slást eða eitthvað. Fekk eitthvað bólguprótein. Já. Það gengur líklega bara niður. Já. Hann er alltaf mafjósin í hverfinu. Já, auðvitað. Já, hann á svo mikið. Þeir eru oftast, að slást. já, þeir eru oftast ganga mikið á heilsuna sína, mafjósandir. Já. Þeir, lifa svo mikið fyrir málstafinn að þeir hunsa heilsuna. Á sardinni. Já, bara það að vera eðli hins ekta mafjósin er ekkert eitthvað dúlla við sig. Já, einmitt. Hann bara veður áfram, sama hvað. Einmitt. En hvert voru komna? Þú vildir klára þetta með kostningarnar. Það er gott að þetta sé í lagi með hann. Já, Hann var bara eitthvað slappur. Þú veist, þetta með blóðpröfu. já. Ég ætla bara að láta Gauta við þetta. Hvað segir með kostningarnar? Já, og síðan sá ég hana. Og bara, þú veist. Og hvað sagði hún? Hún sagði takk. Hægilskan. Heyrðu, ég ætla bara að láta þið vita. Hún var að hringja og það er allt í góðu nema það er eitthvað bólguprótein. Það er eins og hann hafi verið að slást eða eitthvað. Þú veist, það er eitthvað sýking kannski. Eða það. En þú ert í grimm og snar, sko. En bara, já, ekki, þú veist, ég er ekki að, þú heyrist ekki bara ég. Jú, það heyrist allt sem hún segir. Það heyrist. Ég heyrði hvað þú að segja. Ok, bara, já, ok, bye. Ég heyrði allt sem hann var að segja. Aha, Já, mig grunaði það, sagði hann. Hann var að slást, mig grunaði það. já, einmitt. Heyrðu, já. Býtu, já, og ég samt vissi einhvern veginn að ég myndi sjá hana. Já, ok. Af hverju vissur það? Ertu búin að hugsa mikið um nýja fórsetan?
Ég er náttúrulega búin að hugsa mikið þetta frambúð. Akkur? Þú veist, ég kaus hann ekki, sko. En akkur ertu búin að hugsa mikið þetta? Ég bara að því að, þú veist, ég veit það ekki. Ég bara þrá ekki eitthvað case. Hérna, en ég var að hugsa bara, ég verð að kjósa eitthvað taktist. Svo hugsaði ég bara, því ég var gömul manneskja, Já. og rifja upp bara hvað ég kaus. Já. Ég má vist ekki hreyfa mig. Og hérna, þá fer ég að rifja upp hvað ég kaus og ég gömul og þá hugsaði, já, ég kaus Elísabetu Jökuls, Steinunni Ólínu, en síðan var ég að rifja upp hvert ég kaus þegar Ólafur Ragnar var kosin. Var Ingibjörg Sólrún í... Nei, já, hver var þá? Það var eitthvað kona, ég held að ég kosið eitthvað konu, eða eitthvað hún dró frambúð sér tilbaka. Já, alveg rétt. Ég man ekki. Ég man ekki hvernig ég kaus það. Akkurat. Ég held ég hafi pottið ekki kosið hann. Já, þá, þú veist, ef maður er að líta tilbaka og maður er gamall og bara, já, ég kaus bara, þú veist, það sem mig langaði í. Og hérna, já, þannig er það, en ég kom með... En er eitthvað annað sem þú vilti líta tilbaka til annað en góð kaust? Ég kom með klút fyrir öllu. Já, flott. Sko, ég var með klút í gær. Já. Síðan var ég eitthvað áðan í ræktinni. Já. Og kom þangað og bara, oh my god, þetta er eitthvað crazy að vera með þetta. Já. Við Gauti vorum með klút heima. Já. Jóngnar, sko. Komst þú líka með klút? Já. Fyrir höllu? Já, en hann er svolítið stór. Það er alltaf læg. Er alltaf læg? Já, það er bara klútur. Er það? Já, þau eru svolítið heitt. Já. Þetta er klúturinn, held ég. Já, ég veit það, nei. Nei, ég meina, þetta bara, ég er ekki að skipta. Hún er bara svo heitt. Já, ég veit það. Það er ógeðaslega heitt. En veistu, þetta er mjög gott þegar maður er að hita upp hálstöðuna, þegar maður er að fara góðan daginn, maður svona bara að halda ræðu. En allavega. En hún er vog, sko. Hún er vog, já. Hún á ammali saman dag og dóttur systur minnar. Hún er alveg með fínt innsæð. Hún er með rosalega fín hálstöð. Aha. Hún er svona eins og pabbi þinn, svona með mjög góða hálstöð. Já. Og hún er líka hún mun gera hlutinu svona jafnt yfir. Og það sem að verður líklegast, eða þarf ekki að verða, sem myndi verða eitthvað vesen með hana, er bara hennar eigið óöryggi gagnvart sjálfur sér. Hún hefur viðurkennt það, þannig að málið er dautt. Það er ekki hægt að skjóta á hana. Þeir sem viðurkenna eitthvað með sjálfan sig, það er ekki hægt að skjóta á þá. Það er málið. Nákvæmlega. En vogin getur orðið svolítið svona týrant, sko. Þú veist, Netanyahu og hérna Trump eru... Nei, ekki Trump. Nei, ég meina hann er týpuri Trump. Já. Hún er rísandi týpuri. Svo hún er eiginlega bæði. Putin. Já, sko. Og ég. Já, en sko, það er hægt að líta á þannig, það er líka hægt að líta á það sem óöryggi eða hroki sem snýst upp í andhverfu. Þetta er eins og því hræddara sem dýri verður, því grimmara verður það. Og en líka þú vilt rosalega mikið réttlæti, sorry. Já. Þú vilt rosalega mikið réttlæti. Bara réttlæti. Já. Það verður. Akkurat. Sko. Já. Já. Ég náttúrulega bara, þú veist, ég nenn ekki verið fíl út í forsetan í 8-12 ár. Nei. Ég ætla bara að embrace hana. Heldur að verði einhver í fílu? Ég veit það ekki. Ok, þetta er alveg rétt, þetta er búið topic, þetta er bara, já. Eina sem er svolítið með þetta er svolítið svona svo amerísk bíómynd svona, sjáum hver, og svo giftust þau og svo myndin búin. Þú veist, það er þá sem að við megum ekki gleyma, þú veist, við megum ekki sofna á verðunum. Nei, þú veist, það er bara, já, ég skilji. Og hvað svo? Þú veist, ég meina eins og þegar fólk, svo giftist fólk eða verður forseti og hvernig er lífið þá? Einmitt. Þú veist, þá byrja lífið og það er það sem við viljum skoða. Já. Það ekki? En hvað varst með generator og eitthvað? Já, human design er svona mjög
skemmtilegt kerfi og ef einhver að hlusta, þá það svona bland á milli stjörnuspeki og talnaspeki og maður getur farið alls konar sagt free chart, human design og svo getur farið og skoðað, setur inn hvernig fættur og þá þetta svolítið svona eins og verið að segja hvernig rafmagnskerfi ert þú með. Þetta svona eins og Ísland með flekaskil þar sem flekarnir fara í sundur, svo Alparnir með flekar sem flekar mætast, þá önnur spenna. Þannig að í þessu hægt að sjá hvernig rafmagnskerfi verður með hver og einn. Og það getur við stundum verið mjög hjálplegt að það ekki alltaf sama fyrir alla. Þú veist, ef einhver fyrir burnout, það ekki að sama og næsti maður fyrir burnout. Það getur lýst sér svo ólíkt. Sumir þurfa miklu meiri svefn þegar þeir eru að vinna sig úr áföllu með stressi eitthvað. Á meðan að aðrir þurfa kannski bara miklu meira að vera með fólki. Og það svo gott og þægilegt að því meira sem við þekkjum okkur sjálf, því frjálsari verðum við. Og human design rosalega svona ég elska þetta fyrir bara að vera hlutlaus. Hlutlaus ekki það sama og vera skítsama, heldur að vera hlutlaus. Ef við viljum vera hlutlaus þjóð, viljum ekki taka þátt í stríði, en viljum ekki standa með öðrum, þá það ekki það sama og að okkur sé skítsama. Og það sama með okkur sjálf, bara já, og í human design þá ég svona projektor og ég á ekkert að, ég á bara svara kallin. Þú segir, komum, gerum eitthvað, og þá fyrsta sem þetta hug, ok, kíkja á tölur, taka viðtal, eitthvað svona, eitthvað form. Skilði. Ég man ekki hvað Gautir, ég held að hann segi eitthvað, getur þú séð það? Já, ég svolítið lengi að finna og þú missir mig inn í... Já, ok, inn í síman. Já, en mér langaði að spyrja þig, að því að nú ert þú í viðtali. Ég generator. Já, og það svona, þú ert með mjög mikla orku. Og þú veist, og getur svona vaðið í hlutina framkvæmt og startað einhverju og ég veit ekki svo mikið þetta, en bara þetta skemmtileg svona viðbót við tilverun. Ég alveg svona megnaða fólkin þetta. Já, það generator. Ég sheep. En mér langaði þess að... Ég hjörðin. Já, mér langaði að spyrja þig hvað finnst þér Alfred Hitchcock? Geggjaður. Akkurju? Bara myndirnar hans. Já. Og En hvernig getur þú lýst honum? Í sömu andrá hugsa ég ég man ekki hvað hann heitir. Í sömu andrá? Sem sagt, ef þú leggur á staðinn ef þú ert stattur inn í miðum göngum. Já, Abraham Lincoln. Nei, það ekki hann. Hann Churchill. Já. Þeir Okay. eru svolítið svona bræður, finnst mér. Ok, en að segja mér, hver Alfred Hitchcock? Hann kvikmyndagerða maður. Ok. Og leikstjóri. Ok, og hvernig kvikmyndi gerði hann? Hann gerði svona spennu trilli. Ok. Síns tíma. Ok. Já. Og hvað það sem að þér fannst svona merkild eða sérstakt við það sem hann gerði? Kannski hversu hvað hann nær að segja rosalega mikið með einföldu myndmáli. Aha. Það svona í prófi. Já. Ok. Hann sko að því að þú nefndir áðan með datt hann huga því að þú sagðir að við værum ekki hörundsárar en það misjafnt hvernig fólk hörund. Við Laufey Líndal sem að taka upp tæknumannin okkar. Já, þú sagði það. Sagði það ekki núna áðan? Ég sagði bara hana. Hún sagði ég ætla ekki hana að því þetta mystery box og hún byrja bara að taka upp Já. Og hún sagði ekki segja eitthvað leyndamál. Já, einmitt. Ég sagði við erum ekki hörundsárar. Já, ég vildi bara nefna hana því það einhver forsetaframbjóðandi sem, já, það Ásdís Rán. Já. Í ágúst, eins og Hitchcock. Já. Aha. Og með öllum hennar kröftum og allt þetta flotta sem hún hefur, og hún örugglega ekkert endilega að fela það, en þá þetta að vera hörundsár og
Alfred Hitchcock sagði í viðtali sem að ég var að segja þér í gær en ég var að byrja að tala um hann og Trump og eitthvað, þú þakkaðir bara niður í mér og ég þakka fyrir það því að ég var þreytt. Nei, ég sagði bless. Já, það var rétt, þú var ekki staðun í stund að fara að bladra, en allavega það sem að situr í mér núna er það að það má alveg segja þetta hans myndi, það sem svo flott að því að mér svo hugleikið þetta að sýna alla hliðar af sjálfum sér. Já. Og þessi maður, hann leikstjóri og það bara margir með skoðan honum og hann segir, ég er mjög hörundsár og mér finnst, ég meiði mig mjög mikið þegar einhver að segja eitthvað ljótt mig. Það situr lengi í mér og ég var erfitt með að komast yfir það og ég reyni eins mikið og ég get að pirrast ekki út í annað fólk vegna þess að þá verður sjóndeildarhringurinn minn alveg slettur og þá get ég farið að skapa og það er hamingja fyrir mér, segir hann í viðtali og ég þá kíkti og þá sá ég að hann er með fjarka í sál, þess að fjarkinn stendur fyrir þess að við höfum oft talað um hjarta, stendur fyrir hlutleysi og kærleik og það sem heimurinn þarf í dag. Við rætti þetta áður en þú ert með svona svip eins og bara what the fuck? Nei, alls ekki. Þú ert bara að sjá eitthvað, þú ert að horfa á mig út frá amygdalunni. Af því ég man nefnilega, af því ég er að hugsa bara vá. Við vorum að tala um að Ásdís Rán er með þetta hlutleysi gagnvart fólki og setur ekki orkuna sinna í þetta. Já. Þess vegna er hún svo mikið powerhouse. Akkurat. Af því hún er ekki að eyða orkunni í að vera að dæma, af því öll ef maður er að dæma ókslega mikið, þá fer svo mikið orkunni. Já, akkurat. Hún fer bara út á annað fólk. Akkurat. Já, missir orkunni. Já, og hann, mér finnst þetta svo áhugavert og við talaðum það hér að ég var alls ekki ok, þetta var minn partur, þetta var minn skuggapartur. Projection. Ok, þetta var projection. Að sem sagt, það er frábært að það er búið að vera og Jón Gnarr hefur svolítið talað um þetta og margir eru búin að tala um þetta núna, þú veist, ég hef ekki einu svona áhuga að opna á Facebook að sjá hvað fólk er að segja mikið að ljótum hlutum og það er sko alls ekki hlutlaust það sem fólk er að gaggrina og gaggrinna forseta frambjóðendur og allt þetta sem að er ágætt, en nú erum við komin á einhvern nýjan stað þar sem að það voru allir að segja forsetin Halla Tómas að kjósið með hjartanu og Jón Gnarr kjósið með hjartanu en Stein byrjaði á þessu með hjartanu var hann slaga. Og hvað þýðir það? Hvað þýðir þetta hjarta? Segð þú mér. Ég fór inn í kjörklefa og ég gerði nákvæmlega sama á síðustu forsetakosningum. Já. Ég bara sagði, ok, líka mig þú ræður. Já. Og ég las upp nafnið á frambjóðandanum. Og kallaði þér það yfir? Nei. Og bara líka minn, hvernig brást líka við? Að bara, dróð saman næsta nafn, og svo gerður þú svona vöðvatest settur hendina út og ég þarf ekki að gera það, ég gerði svona innum og svo bara var líka maður sagði bara vildi Stein nólinu og líka Elisabetu Jökuls og ég hlýði bara honum það veistu hvað ég meina það mér þykir þú verið að koma mjög langt á ferðalag mannskepnunar lífsferðalaginu. Nei, en allt í lagi. Já, ég byrjaði þessu fyrir 8 árum. Mér finnst að næsta slagur þegar að vera kjósti með líkamann. Ég er alveg sammála því. Líkamann er snillingur, hugurinn er vitleysingur. Það er bara mitt. Líkaminn er bara, það eru öll svör, það er allt. En má ég spyrja aðra spurningu? Hvað finnst? Ég er alltaf komin eitthvað við. Já, er ekki bara útvarpsþátturinn Grimm og Snar. Útvarpsþátturinn er. Og stjórnandi Elisabeth Jökuls. Elisabeth. Estrid. Já. Þorvaldsdóttir. Já. Og Ingibjörg Magnadóttir. Já. Stjórnendur. Já. Ok, næsta spurning. Já. Hvað finnst þér Arnold Schwarzenegger? Mér finnst hann æði. Já, akkurri? Já, akkurri. Af því að hann er í fyrsta lagi hef ég farið á æsku heimilið hans. Er það? Já, í Austurríki. Er það ekki svolítið magna? Jú, af því ég var að sýna. Og það er safn. Ég var að sýna í Austurríki. Já. Og Gauti var bara verðum að fara á þetta safn. Já. Og við keyrum eitthvað lengst út í sveit. Já. Það var allt pínlítið og hann er bara ekki, þú veist,
þetta var bara svona, mann fannst allt svo lítið með hvað hann, ég get ímyndað mér að hann sé stór. Já, einmitt. Og það var einhver keramiksýning líka inn í húsinu. Já, er þetta Og bara þetta er búið að svona- breyta já, þetta er heimilans bara- í safn? Já, þetta er safn, En sko. sniður. Já, Og er Og- mikið af fólki sem lappar í gegn? já, bara fullt af fólki Vá. þarna. Og það vakst þetta á honum þarna inni og ég á ljósmynd að gauta þar sem hann er onni í nærbuksunum svona á tippinu á Arnold Schwarzenegger. Ég skil. Það Af því að hann er með man crush á hana mann. Ok. Og ég líka. Ég Ok. meina, ég er ekki svona, ekki þannig crush en mér finnst hann bara... Hvað er það sem að þér finnst vera mest heillandi við Arnold Schwarzenegger? Mér finnst svo flott hvað hann var determined. Já. Hvað hann var ógeðslega svona ákveðin. Já. Í hvað hann ætlaði að gera Já. og hann hafi náða að gera þetta. Já. Þú veist, hann er bara innflytjandi og, Já. og bara sveitastrak, Já. algjör. Já. Þetta er bara, þú veist, þetta hús er bara, Já. þú veist, það er ekkert þarna í kring, þetta Nei. er sveit. Sko. Já. Akkurat. Og já, hvað er það, passar það við tölunar? Sko, að því að hann er með, svona, þrist eins og þú og, já. Málið er að það sem að hann er náttúrulega stór merkilegur að því leitin til að hann er í rauninni svona bara gangandi sönnun þess að það er ekki spurning um að vera með draum, heldur spurning um að vera með vision. Já. Og hann er náttúrulega svolítið mikið svona gamli tíminn, þú veist, 80s, 90s, að bara settu er vision og hann bara sá það alveg skýrt og það bara haggaðist ekki, það var svo skýrt. Og það er náttúrulega, og svo átt hann alveg ofslega erfiða æsku og segir að bróðir hans var miklu viðkvæmur en hann var svo ákveðinn að fara áfram, þannig hann lifir af, það hefur verið bara svona mjög hörð æska, erfið æska. Bara á þessum bóndabæ. Já, pappinn rosalega erfiður og svona. Já. Þannig að en hvað er það meira svona sem að þú skynjar með hann sem er svona? Og líka kannski svona, hvað hann tekur mikið hismið frá, hvað hann er bara með kjarnan í sinni sín Já, akkurat. og sinni leið. Já, Og akkurat. Já, svona búin að einhvern veginn svona, já, þetta er mjög skýrt Já. allt. Og þetta er mjög, þetta er líka svolítið eins og Hitchcock, þú veist, það er Já. svona skýr mynd. Einfaldleikinn, já. Já. Akkurat. Þannig að núna erum við búin að svona skoða tvær manneskjur þar sem að það er eitthvað sem þau gefa af sér þar sem er einfaldleiki. Ok. En hvernig finnst þér Shakespeare? Mitt uppáhalds. Hvað finnst þér merkilegt? Með uppáhaldsleikskaldi mitt, Af sko, í hverju? alvörunni. Af hverju? Það er aftur þetta, að þú veist, hann Hvað finnst þér já, en svona hann merkilegt við nær samt að segja okkur eitthvað nýtt. Hann nær að segja okkur, sko, Hvað finnst þér vera svona merkilegt við Shakespeare? Hvað finnst þér svona, hvað er pointið með honum? Já, hann skrifar eins og kannski, þú veist, heilt samfélag býr til eitthvað ævintýri. En hann einn skrifar eitthvað sem er mythológía bara okkar tíma, eiginlega, kannski. Hvernig þá? Þetta er svo erfitt. Nei, próf. nei, er nei, mjög þú veist, þið erfitt gengur mjög vel. Aha, Já, þú veist, þú standaði alveg rosalega vel. sko, já. Hann er að tala Hvað er það sem hann gerir sem að, sko, það væri örugglega að taka Shakespeare og skoða það eins og ævintýri. já, Það sem allt sem gerist í leikritinu gerist innra með aðalsögupersónunni og þetta er náttúrulega mjög mikið á dýftina og þetta er
já, þetta er ferðalag sálarinnar og líka mannsins. Ég veit ekkert hvað að segja. En hann skrifaði oft eitthvað, þú veist, staði sem hann hafði aldrei farið á. Hvernig fór menn eiginlega að þessu? Hvað heldur þú? Þú veist, margir rithöfundar sem skrifuðu, þú veist, hann sagðist að fara til Ítalíu og lýsti því, þú veist, hvernig fóruð að þessu? Hann var bara tengdur sálanetinu sem var áður en interneti kom. Já, akkurat. Hann var rosalegur undirvitunda maður. Já, ég held nefnilega að það sé þetta net sem ég er að kvarta yfir að fólk sé að nota minna. Já, ég skildi, en veistu hvað ég held? Að neti, að því þú ert alltaf svo gamaldags, sko. Já, ég veit það. Og ég held að neti í dag er, þú veist, núna erum við búin að fá sálanetið í efnið. Já. En finnst þér ég að vinna úr þessu gamaldags? Alls ekki, þetta er bara þú. Já, ég veit það. Út af ég er með kaffa í tilfinningum. Já, ég veit er það. framtíðar vera. Ég er alltaf bara, hvað var að gerast í Egyptalandi? En hvernig finnst þér til dæmis eins og Kleópatra? Egypska Kleópatra? Ég veit það ekki. Nei, ok, þetta var, ég fór aðeins yfir strikið þannig. Nei, mér langar heldur ekki að fara svona langt aftur. Ég man bara eftir einhverju bíómynd. Já, nei, við skulum ekkert vera að fara í einhverju svona vitlaus. Var það Sophia Loren? Nei, það er Elizabeth Taylor. Já, Elizabeth Taylor. En hvað finnst þér hana? Vist, hún svolítið geggjuð. Já, hún er rosalega. Mamma og hún þótti svo líkar. Já, akkurat. Hún er eitthvað svona erketýpa. Algjörlega, ég menna það er náttúrulega bara stórmerkilega mannsku líka á þessu. En akkur er í þessu prófi? Hvað er í gangi? Ég veit ekkert. Þú er búin að skipulegja eitthvað útvarpsþátt. Já. Og ég kem í podcast og mín hugmynd var að við myndum vera bara gera ekkert. Við erum að gera ekkert. En ég með aðra spurningu. Dickens, getur þú sagt mér eitthvað hann? Nei. Nei, hver er það? Ég veit hver það er, en er það að tala um bara svona, þú veist, eitthvað svona sem hann skrifaði. Já, er það að tala um ævintýri? Já. Ég held að hann ekkert skrifa þetta, hann tók þetta bara saman. Ok. Er það ekki? Jú, ég meina Christmas Carol, hann skrifar þú veist, umbreytinguna, hvernig, þú veist, jólin verða betri, jólanótt. Já, þú ert að tala um það, já. Heyrðu, já, ég er ekki mikil Dickens mannskja. Nei. Mér finnst það svona, mér er skemmtilega myndi með Bill Murray, við hörfum alltaf á hann jólin. Já. Sem er byggðið á Dickens. Já, sem er samt svona grínmynd. Já. Já. Bill Murray er minn bara, ég elska hann, sko. Já. Ég held að sé búið að cancela hann. Akkurru? Nei, ég veit. Æi. En Æi, come on. Hann er ógeðslega fyndinn. Já. Hann er ógeðslega fyndinn. Þarna komum við aftur að einhverju sem að er meistari, sko. Já, einhver sem að, sko, það sem er svo mikil snild ég man einhvern tímann Anthony Hopkins sagði, að því nú erum við að tala um þetta, að gera lítið, einfaldlega. Já. Einhver sagði, hvernig ferðu að því að leika svona óhugulegan mann og þetta hef ég heyrt líka í svona leiklistartímum að þú gerir aðeins minna, þú leikur aðeins minna, en þú ert bara með mónologin inn í þér. Einmitt. Þú veist, ég er að fara að myrða. Þú veist, og það er akkurat þetta eins og með hittkvæm hann með nokkra fugla og það allt einu verður eitthvað óhugulegt. Já. Og þarna, já. Já, rosalega flottur. Hvenær er hann fæddur? Hver? Hitchcock. Hann er fæddur sko í ár? ágúst 1899. Vá, hann er bara jafngamall afa. Hann fæðist
hafi fæðist 1990 eitthvað. Já, 1890. Já. Já, hann hans, já, einmitt. Þetta er á svona fólki sem hefur haft áhrif á foreldra mína, Já, algjörlega. einmitt. En svo er líka bara að því að það sem að ég held að sé, við erum að koma frá svona tímum þar sem er alltaf einhver einn og einn sem er svo merkilegur eins og Arnold Schwarzenegger ákveður að vera bara bestur í vera herra Amerika, herra þetta, vera bestur, en núna er þetta ekki lengur drifkrafturinn. Nei. Og þá kemur spurningin til þín. Já. Hvað eigum að gera ef að þetta er ekki það sem... Þið sem eru að hlusta, ég er bara sokkinu, það er niður í sæti, ég er örugglega eldraði framann, ég er í prófi, sko. Hvað er spurninga það? Sko spurningin Þú ert aldeilis með valdið í dag, sko. Já, bara ég er svo ósofin. Já, hver er spurningin? Spurningin er, sko, það er mjög mikið af ungu fólk í dag, ég er að spyrja þig, og þú ert almennur borgar, þú ert ekki farið í... Nei, ég er generator. Þú ert almennur, orkumiðlari. Ég er orkumiðlari. Já, þú hefur alltaf næga orku, þú ert svona eins og raforkumiðlari. Og nú er það þannig að í dag það er mjög mikið ungu fólki sem er ekki alveg lengur með svona drauma eins og Arnold Schwarzenegger. Hann var rosalega merkilegur að því að hann var bara, það var ekki til neitt internet, hann settið 3 plaggut myndir af einhverjum svona kraftliftingamönnum og horfði á það og bara ætlaði sér að gera þetta, sem er rosalega flott. En í dag þá gerst þetta svona á 5 vikum og fólk tekur mynd af rassinum á sér og setur á Instagram og þá er það komið og svo, þú veist, þetta er ekki þetta svona úthald, þannig að það er ekki hægt að vera með þessi svona ofsalega ákveðnu markmið. Hvernig nefnum að hafa okkur í lífinu í dag? Er það spurningin? Þetta er spurningin. Ok, kæru hlustendur og áhörendur, nú ætlum ég að segja ykkur hvernig þið að hafa ykkur í lífinu í dag. Hvernig ná fólk að vera í lífinu, þú veist? Sko, þetta er samt komið aftur, unga kynslóðin. Já. Ég sko verða að endurtaka, ég er í sjokki eftir að fara með Jónas. Þú veist, heimingja Jónas, það er kötturinn minn. Hvernig heldur þú að Arnold Schwarzenegger hefði brugðist við ef hann hefði farið með köttinn sinn til læknis? Hann hefði farið að gráta. Heyrðu, hann hefði farið að gráta. Heldur það? Já, pottið. Ég heyrði hann segja eitthvað með viðtali að hann er alltaf með svo mikið að markmiðum að hann er ekki að dvelja lengi við. Nei, en hann er samt mikil tilfinningamaður. Ok. Það sem ég er að taka eftir, húslega merkilegt, ok, að það er allt í einu aftur komið síkret og aftur svona rosaleg markmið, ungt fólk sem vil trúa, þú veist, auðvitað tekur upp kristna trú, Hvað er þetta að sjá þetta fólk? mjög mikið bara, þú veist, út allt, stráka með krossa hálsinn, af því ég er kannski að leita að þessu, en byrju, hvað er þetta að sjá stráka með krossa? út allt í sundlöðinu, farðu að tjekka á því með gullkrossa, ég er ekki að djóka. Já. Og Og ertu að spyrja hvort að þeir séu ég er að fylgjast með óslega miklu, sko, á internetinu. Ég er nefnilega... Og ertu að spyrja þá í sundi? Nei. Ég skítrætti það og Ok, út af því að þeir eru svo trúaðir? Ég veit það ekki, krossin er ákveðin vend, ég er með kross, ég vona að fólk sé hrætt við mig. Ég er Marju Mey. Já, ok, gott hjá þér, tjók. Það er náttúrulega katholiki. Já. En það sem ég ætla að segja, já, það er ákveðin vend, ef þú setur á kross, það er bara, það ætlar enginn í þig. Já, ég meina hann sem leikur í auglýsingunum hjá Kentucky Fried, KFC, hann, Dóri DNA? Já, hann mætti, þú veist, til Gísla Martins með kross. Þvílíkt, ég ætla að gera þetta því ég fyrir Gísla. Kross. En Generators fara ekki Gísla. Jú, það er mjög flott líka. Kross og belti. Gaddabelti og kross. Akkurat, en það sem, þú veist, nú er ég að fara svolítið en þá ferð til Gísla, hvað þarf að tala um? Generators fara ekki til Gísla, skilur mig. Við erum bara
rafmagna þetta heima hjá okkur. Hérna, sko, það er, sem sagt, svo þetta er að koma aftur og þetta er rosalega sérstakt. Síðan, síðustu viku, fórum á mynd að ég var að leika í stuttmynd síðast sumar. Ok, mjög skrítið. Ok, þetta er óslega skrítið og Gauti segir alltaf að ég fari þegar að segja sögur, hann alltaf bara, oh my god. Það var í síðustu viku og svo var ég í fyrra. Nei, hvað var í fyrra? Varstu að segja að það var í fyrra og varstu að leika mynd? Já, ég var að leika myndinu síðan var hann sýnd núna. Já, ok. Og þarna hún heitir Smakk. Ok. Eftir hann hérna Kolbeinn Gauta, man ekki hvað svona hann. Ok. Fyrsta myndinans. Ok. Ég leiki henni og Raggi Braga og Kolfinna, Nikolás og... Hvað varstu að leika? Og ég var að leika eitthvað konu sem var að faða með eitthvað mann, þetta er mjög, og þar er sem sagt, þar er persóna, ok, ég er að fara svona vítt yfir þetta, svo ætlum ég að zooma þetta upp. Þar er persóna sem er óslega lost og hann fæði sér eitthvað svona markþjálfa sem er að þjálfa hann í að æfa, ganga upp á fjöll og hérna og svona borða holt og standa sig og vera með skýr markmið, veluna sig þegar maður er búin með markmið, þegar maður er búin að ná markmiðinu, þá má maður veluna sig og hérna og það er annar gaur sem heitir Gummi Emils sem er hérna 20 okkar sem sagði hann í skil núna, ok. Hérna Gummi Emils sem er ungur, 22 ára, hann er að taka svona unga stráka, fara með það í kalt vatn, kaldan sjó, kalda potta, hann er að æfa, veistu hvað þetta er? Hann er æðislegur. Þú verður að vera á internetinu til að vita eitthvað. Ekki í þessum fornbókmenntum. Heyrðu, allavega, ég er að fylgja honum. Og hérna, og... Jú, veistu, ég er farin að hlusta á alls konar viðtöl, reyndar við hitt sko, eða svona ég reyndar að lesa ítalska miðaldir á internetinu. Já, ég veit það, ég er að grínast. En allavega, Gummi Emils, hann er í þessari sömu rullu og síðan í þessari bíómynd, þú veist, þá er að gera svolítið, þú veist, grín af, eða svona það verið að spurja svona spurninga, hvernig hérna, þú veist, það er eitthvað sem er bara svona, vill gera gott í samfélaginu svona, og síðan er annars sem vill bara markmið og ná og vera bestur og þetta er svo mikið núna og hver er punkturinn í þessu? Hvað er pointið núna? Hvernig er að hafa okkur þessu? Af því þú ert að segja Arnold Schwarzenegger hefði lifað á tímum þar sem þú gast haft eitthvað svona vision og farað eftir því. Nú komið kynslóð, þú veist, auðvitað kemur allt tilbaka, svo komið kynslóð sem er bara crazy, sem er bara eins og þegar við vorum alltaf að horfa á, þú veist, hérna Secret og vorum að klippa út myndir og allt þetta. Og þetta er rosalega sérstætt, þetta er eitthvað svona, og þá maður sjálfur eitthvað svona, þú veist, veit ekki alveg, þetta kom ekki allt sem maður klippti út og sett á myndina, þú veist, það rættist. Já, algjörlega. Kannski takmarkað, en... Aha, mér mérst alltaf að hafa ræst rosalega vel allt sem þú hefur gert, sem er svona vision. Ég? Já. Allavega. Jæja, ég veit ekki hvernig ámar að hvað gerist núna. Nei, ég meina, ég veit alveg að það var sagt bara stjarnan er dauð og núna geta allir verið stjörnir. Já, akkurat. Geta allir verið með Instagram. Akkurat. Þú veist, þetta var sagt fyrir, þú veist, einhverjum árum var sagt bara stjarnan er dauð. Já, akkurat. Og bara, þú veist, hérna, við fáum ekkert annan Picasso. Já, eða, akkurat. Eða, þú veist, Arnold Schwarzenegger. Við erum bara búin að nefna kallmenn og erum náttúrulega kanseleraði fyrir það. Já. En what the fuck. Ég er búin að vera að hugsa aðeins, Frida Kahlo og já. Madonna þó hún sé. Madonna, Madonna, ég var hlust okkar lag með henni, æðislegt. Já. En, þú veist, við fáum ekki eftir eitthvað svona, en við, þú veist, ég held samt að við fáum, við þráum eitthvað svona, ég veit ekki. Jú, ég skil það, við erum komin svolítið á brautina, því að þetta er rauninni svolítið ef við förum í listasögu miðalda, að þá hefur alltaf verið spurningin hvar er Guð? Er Guð í himninum, er Guð í náttúrunni og ég held að við mennir sem búin að vera bara frá
30.000 fyrir ísöld alltaf Guð er hér, Guð er þar, Guð er dauður og þetta er eiginlega bara, þá er ég bara að spyrja þig núna, hvar er Guð núna? Þú veist, þegar Arnold Schwarzenegger lá upp í rúminu sínu í Austurríki, en það litla rúminu, það var fann að vaksa upp úr rúminu og var með plaggott inn af kraftliftingamönnunum og þá hefur Guðs krafturinn verið í ásetningnum að ætla sér ætlunarverkið að vera með stóra vöðva. En einhvern veginn virðist að vera því að ég þekki ágætlega mikið ungu fólki sem að hefur kannski miklu fleiri tækifæri heldur en Arnold Schwarzenegger en veit miklu minna hvað það vill gera í lífinu og einhvern veginn getur ekki valið nám eða vinnu og verið með miklu fleiri sem eru bara ekki að gera neitt og veit ekki bara í hvað fótu að stíga. Þannig að hvað finnst þér þetta? Þú veist, hvað Mér þú þurfa að kynna viðmælandaðinn í þessum útvarpsþætti. Já, viðmælandi dagsins er Ingibjörg Rósa Magnúsdóttir. Ingibjörg Magnúsdóttir, ekki Rósa. Ég var bara að hugsa þetta ef að þú myndir vera með, þú veist, mist eða þöll eða eitthvað svona. Nei, gengur ekki. Nei, alls ekki. Ingibjörg. Já, já. Þú veist, ef að þú hugsar, ég held að sé bara því það er búið að vera að stýra þessu fólki ómikið, þessum krakkum. Það er búið að vera, þú veist, þau hef ekki, ég veit ekki, ég á engi börn, ég veit ekki barnauppeldi, en ég held að... Nei, við erum ekki að tala börn, við erum að tala hvað er Guð. Hvað er Guð, já. Það á bara ekki að stýra fólki, þú veist, ekki neitt, sko, það verður bara að leita sjálft að sjálfum sér og því sem það vill gera og að Guði. Hvað er Guð? Nei, spurningi var... Já, ég veit, ég var aðeins að gantast með að segja þetta með Guði. Það sem ég er að meina er að, sko, það sem er spennandi núna er að við erum, þú veist, kosningarnar eru búnar og það er svona einhver blaðrasprungin að allir eru alveg dauða þreyttir, kannski eru bara ennþá sofandi flesti frambjóðendur. Vonandi að þau bara ná að hvíla sig vel. En að hvernig samfélag við erum ekki ennþá með þetta markmiðadrifna eða getum við unni meira saman svo hópur? Hvar er þroskinn? Hvar er núningspunkturinn sem er vaxtarpunkturinn? Ég meina, nú er rosalega margir farnir að þora að segja að Me Too, það er búið að bara ganga ágætlega. Það er búið að vera mjög mikið þetta cancel exclusive culture og það er búið að drulla yfir Katrínu alveg bara út í eitt. Það er búið að nota vondikalli, ljótikalli, frekikalli og tjá sig á Facebook. En hvar er vöxturinn? Í gegnum þessar forstakostningar. Já, bara hvert er við komin núna í, þú veist, ef við erum að skrifa listasögu, ég veit ekki að skrifa samtímasögu, en þú veist, til dæmis eftir stríð, þá breytist tískan. Já, ég skilði. Þú veist, Fiat kemur. Ég veit ekki, ég held að sé bara best að halda sig sem mest við grasrótina, sem mest frá stofnunum og ég held að það sé best að reyna að finna sína sannfæringu og fylgja henni og gleyma stofnunum þú veist, öllu þessu sem er fyrir utan. Ég held að það sé mjög gott fyrir ákveðna týpur og bara já, vera bara í grasrótinni. Ég held að það sé mjög gott fyrir ákveðið fólk. Hvernig er það að vera í grasrótinni? Ég meina til dæmis að vera hér. Þetta er bara eitthvað grasrót og
vera að fylgjast með hvað er svona nýjast og hvað er að augra, þú veist, einhverjum hugmyndum sem eru að augra, hugmyndum sem eru til staðar já. og hérna, Þannig að vaxtar núningurinn. já, vera þar. Já. Ég held að þetta sé allavega fyrir mig, Já. það er rosa mikilvægt. Akkurat. Og hérna, og vera, þú veist, síðan er einhverjir aðrir sem eru góður í hinnu, en þú veist, vita bara allavega Og þá kemur þessi klísa að kannski að vera samkvæm með sjálfum sér. já, en auðvitað er ekkert allir sem vilja vera í grassrútinu Nei, og nei, vera nei. í þessu nýjasta og Nei, nei, pæli nei. því og taka áhættur og alls konar svona. Já, já, já. Það er ekkert allir Akkurat. sem er, þú veist, en ég held að það sé mikilvægt fyrir þá sem eru þannig að vera þar, reyna Akkúrat. ekki hitt. Já. Reyna að vera ekki eitthvað annað heldur en maður, já. Ok. Hvað heitir þessi þáttur? Segðu mér það. Nei, hann heitir Spurningin. Spurningin er, nú er komin spurning. Ég reyndar sko eitt, mér erst alveg rosalega gaman að hlusta á bara allan undirbúningin fyrir forsetakostningarnar og svona. Og mér erst rosalega gaman að hlusta á samstöðuna. Svo allt í einu, þá heyrði ég bara gagg. Ég hætti að heyra orðaskil. Mér fannst þetta að koma út í svona þrýsting, svona gaggþrýsting einhvern veginn. Og ég var að segja, það... Þegar ég tala við Ingibjörgu þá þurfum við að það er mjög mikilvægt að sé ferskur vindur og mismunandi áherslur. Það sé ekki, við getum ekki endalaust, þetta er farið að vera svolítið svona gagg. Já, við erum ekkert í, við erum bara, já, ég sagði bara til hamingju við Höllu og það er svo gaman að sé hann, ég veit ekki okkur, maður er það bara gaman. Akkurat. En næsta spurning, ertu með eitthvað vandamál? Já, já, vandamál. Já. Er ég með vandamál? Já, ég bara spurði, kannski ertu ekki með neitt, kannski ertu bara með markmið eða vision eða þú veist. Nei, ég er kannski, ég er ekkert með mikið markmið núna. Ok, hvað finnst þér um það? Mér finnst það svolítið gott. Ok, Já. ok. Og ertu að vinna í einhverju? Er ég að vinna í Ertu að vinna í sjálfur eða ertu að vinna í einhverju? Já. Ertu með eitthvað þema? Já. Ég er með þema. Það er svona að horfa á hvað dagurum færi mér. Þú veist, hvað lífið er að sýna Vá. mér og... En flott. Já. Hvernig ferðu að því? Ég veit það ekki, bara taka eftir því sem gerist. Finnst þér þú vera breytt með það þegar þú varst að Ég er komin í klippa? eitthvað bara ráðgjafið. Já, þegar þú varst að klippa úr glanstímaritum fyrir svona 15 árum síðan eða 20 árum síðan og límdir með svona stift lími, settur upp á vegg og varst svona að sjá fyrir þér að hlutinni myndi gerast. Þá varst kannski að horfa fram á þau. Finnst þér það vera eitthvað öðruvísi núna? Finnst þér þú vera meira að vera í? Finnst þér þú vera að leyfa lífinu að koma þér meira óvart? Nei, bara taka eftir, þú veist. Já. Taka eftir. Mér finnst líka, mér finnst alltaf meira og meira gaman að elda. Já, en gaman. Mér er alltaf þóttu skemmtilegt. Já. En mér finnst það núna alveg svona, dagurinn fer stundum í það og svona hugsa upp hvað ég á ískapnum og hvað mér langar að elda og Vá, en aðeinslegt. ég held að þetta sé svo mikilvægt í lífinu. Þú veist þetta. Já. Ertu búin að hugsa hvað þú ætlar að elda í dag? Já. Hvað? Kjúklingasúpu. Já.
úr kjúklingabeinum sé á Já. og með aspas og belgbönum og sveppum og lauk, hvítlauk, man ekki alveg að því ég bjóð hana bara til upp á mig síðast. Já, ég finn út úr því. Bara upp úr þér. Já, ég ger allt upp úr mér. Hvernig gerir þú upp úr þér? Ég veit það ekki, bara geri. Já. Mér finnst það ekki gaman að gera uppskriftir. Nei, ég skil það, guð góður. Hryllingur. Já. Úff, það er nú bara eitt kapli út af fyrir sig. Ég mótráð þrjóskur sko. Já, hugsa er að náttúrulega bara sér svæði fyrir þá sem geta að fara eftir uppskrift. Þannig að þú ert ekki að fara að senda eftir þáttinn ætla ég að skrifa inn uppskriftina að kjúklingasúpunni. Ég gæti gert það. Ég gæti gert Ef að einhver myndi hafa samband. Þetta er samt allt slumpað og Náttúrulega áhorfendur út í sal getur náttúrulega líka bara að skrifa niður. Við náttúrulega farin að komin biðrið í áhorfendur út í sal. Ertu búin að taka eftir einu, Astrid? Að þú situr þar sem ég hef alltaf setið? Ég tók eftir því bara strax. Eha? Já. Ég held að það sé það sem gerðist. Ég settist í þáttastjórnendasætið. Nei, sko, maður er alltaf að leyfa, þú veist, þegar það kemur einhver, þú veist, þá leiðum að velja hvar þið En vil þú sitja. valdir í dag. Það var Já, ekki ég veit það. Já. Ég bara, En það er allt í lagi. Ég er að því í síðasta þætti, Já. þá settist sálfræðingurinn sem veit ókslega mikið um reiði og ofbeldi. Hún settist þarna að því ég spurði hana hvar hún vildi sitja. Þórunn Eymundadóttir. Algjör snillingur. Sko það á eftir að koma þáttur, hann alltaf verður komin þegar þessi þáttur er komin, en hvað tókst þú út úr þessu, þú veist, þessu upplýsingum um reiði? Það er rosalega mikið, þú veist, þetta er mjög svona... Hvað er reiði? Þú voru að hlusta á þáttinn, sko. Ég Já. skil ekki akkur ekki búin að hlusta á hann. En, þú veist, þetta er bara... Þetta er svona... Við erum ekki persónlega, við erum professional, ég er að hugsa um áhorfund. Já, ég veit, ég líka, en þau eru búin að heyra þáttin. Já, en ég er að meina núna... Þú ert ekki búin að hlusta á þáttin. Já, en það er svo gott stundum, þegar þú ert kannski í bíl. Þú ert alltaf í rás 1, sko. Ég veit það. Þú ert ekki á rás 1. Ég reyna... Ok. Það verður að Ég veit berja það. þetta úr þér. Já, ég veit það. Ég veit það. En ég veit samt að pappa og mamma eru það glöð að þau eru... þau að fylgjast með? Já, þau vilja fá meira svona... Eru þau að fylgjast með? Já. Mamma elskar Grimm og Snar Já. og hefur ekki gefið okkur nein ráð og við þurfum engin ráð. Nei, alls ekki. Guð minn almáttur. Ha? Ef að, þrjósku skrúan í mér fyrir að stað það er einhver gemur ráð, þá bara, þú veist, í frostna í eitthvað svona frozen mode. Já. Það er ekki hægt að gefa mér ráð. Nei, þetta er bara annar. Ok. Þú veist, þetta er podcast Ok. og í útvarpi samt. En þú veist, hlusta á rás 1 í dag. Það er ekki hægt. Nei. Það er ekki hægt. Getur Já. það? Ég meni, ég hlusta á þetta daginn út og daginn inn. Afsaki, ég hlusta suma þætti. Já, ég það nægi í það á netinu eða inn í tölvunni, eins og mamma segir. Og þú veist, og þá Þetta er náttúrulega mikil þáttagerð, mikil klipp. Ég veit. Ég veit. Já. Mikið effektum og mikið klippt og svona og kósi. Og úthugsað, útpælt og allir að passa sig. Já, ég veit. Ég er alveg bara, ég er í spennufall eftir að fara með Jónas. Ég bara, hann er með plástur. Er hann plástur? Hérna. Ég var rakað eða eitthvað? Já. Já. Æi. Já, þessi dýr. Já. En byrju hvert voru komin. Og ég er líka alveg komin í kenga öllum þessum spurningum. Ok, þetta er ekki gott. Er það ekki? Hvað eru margar spurningar eftir? Ég er hætt við síðustu að því ég var ekki búin að undirbúa hana, en Hvað var það, mafían?
Nei, það er bara Hvað mjög stendur? hallarslegt. Þú veist, ég svaf Mafía? ekki. Nei, það er svolítið astnalegt. Það er svo astnalegt, ég ætla ekki að mér finnst spyrja. ég tengi rosalega við hérna, Mafíuna. já, hjartað í henni sko, eitthvað Já. svona, það er eitthvað sem þess vegna vill fólk horfa á þessar myndir. Sko, ég ætla bara að loka spurningabókinni. Ég var og bara... glæpamenn og svona. Já, það er æðislegt. Ég dyrkaði líka eins og Scarface, pældi því, ég dyrkaði. Sko, veistu hvað? Málið er það. Eitthvað nýjum svona, Ég skil það bara mjög vel. trilling, sko. Það var einn svona stór og mikill, mest sorglegt að segja þetta orð, það er orðið svona hálf eitrað Ég var alltaf jókagúrú. með plakkat af Scarface. Ég man eftir því. Mér finnst Heima, já, já. ég var með stór plakkat af. Já. Sko, það sem er flott með mafjósa hugtakið, eða svona sem eins og við erum fann að skilja í dag, það er að þeir bara koma til dyrana eins og þeir klæddir, eins og var nú hérna slagorð einhverjar hérna í forsetakostningunum. Hver á það? Ásdís, ég kem bara til Já, dyrana eins og ég klædd, einmitt. eitthvað svoleiðis. Einmitt. Og það er akkur þetta, það er að óttast ekki þó þú sért með myrkur, að þú kemur með það bara til dyrana. Það er það sem er svona þetta, og það var einhvern tímann einn svona stór og mikill kennari sem sagði, þú veist, það andlegasta fólkið er þeir sem þora að vera alla leið, það sem ef þú ætlar að vera bankaræningi eða morðingi, þú ert bara ákveðin í því. Það er andlegasta leiðin sem til er. Það er að vera bara, Það er svo, já. skilur þau? Mér var svo flott sem, hvað var það sem hún sagðir eitthvað tímann, að ég var að tala um Donatello, af því að það voru svo ógisla flotti þættir sem voru gerðir hérna með Versace. Og ég mani, ég fór svona málaði með svona svart eins og Donatello, var bara pröðu þetta, var Já. klikka flott, Já. sko. Já, Geðveikt, við ættum eiginlega að taka hann eitthvað tímann. Þú veist, bara alla leið, þú veist, Já. Hárkollur og málinguna. já, Taka Donatello þátt. En já, hérna, þá sagði þú, það flottasta er þegar fólk, ég man ekki alveg hvernig þú orðaðir þetta. þekkir skuggan sinn. Nei, það Nei. var eitthvað annað. Þú sagðir eitthvað svona, eins og Donatella, þú veist, hvað getur þú gert annað en dyrka hana, því hún er bara hún, þú veist, alla leið. Ég meina að það er margt sko sem er rosalega spennandi sem að við eigum svolítið eftir að kynnast hér, held ég, að því við erum bara með svo ofslega lítið, pingur lítið samfélag. Heil og sæl, ég er hérna í stúdíu í podcasti. Við þurfum að fara að hætta líka. Þú ert í miðri útsendingu, þannig að ef þú vilt tala, Ég var að þannig að ekki segja neitt lindamál, þú ert á spík. Nei. Ok. Ok, ég heyri þér á eftir. Ok. Ég er hjá Ingibjörg og Magnadóttir, Grimmasnar, við erum hérna bara í beinni. Ok, já. Já, bye. Já, þurfum við Já. að fara að hætta. Já, Já, ok, flott. ég líka að hugsa, Mm. við erum bara 50 til 1 klukkutími. Þá er maður þyrstur. Hæ, sem er fyrirmyndin mín, hérna Hjálmar og Helgi, Sján og Hjálmar Örn, þeir eru bara með svona 50 og maður er alltaf bara svona, hvað er það svo stuttu þáttur? Já, einmitt. Já. Hættaskaleik hæst stendur. Já, eins og Guðni. Allt í lagi. Takk fyrir, Takk fyrir. Takk Til fyrir. hamingju Halla. En vera hérna, forseti. mér langar samt að draga fram það sem að viðmælandi minn í dag sagði að ég er mikilvægt að taka eftir þessu smáa í tilverunni og þakka fyrir það sem Nei, þetta er ekki þannig. Þetta er ekki að taka eftir eitthvað svona, já, hvað ég þakklátt, ég er eitthvað smyrja brauð eða eitthvað. Þetta er ekki þannig. Þetta er ekki þessi hversdagsleiki. Heldur sjá, þú veist, horfa á það sem gerist í deginu. Skoða það sem rosalega, sem ævintýri. já, Já, nákvæmlega. ég er farin að sjá Lifi í pálmatrén ævintýrinu. hérna sem rosalega ævintýri. Mér langar Ég svo var- að breyta þessu. Mér finnst þetta svo, ég þól ekki svona symmetrí. Heyrðu, Ok, takk fyrir. Bye. Bye, bye, bye.
Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar.